hverju hulustu á mótnana? Ekkert endilega á mótnana. Nei, bara einhvern tímann. Já, ég með svona ýmislegt sem fastur liður. Byrjum bara þar. Ok. Fastiliðir, hverju fastiliðir? Ég held að kannski, fastasti liðurinn að fara með bæinn á kvöldin áður ég fyrir að sofa. Já. Bara snerta á mig líkamann, finna fyrir líkamanna mínum og fara með bæinn. Og bara þakka fyrir daginn. Já, ég held að það sé svona algjör kjölfesta. Já. Og eitthvað sem ég er búin að gera, held ég, svona með misjöfnu sniði bara síðan 2019. Já. Snerta líkamann. Sem eitthvað sem við þurfum held í flest að bæta inn í daginn okkar, fara úr huganum í líkamann. Já. En svo iðka ég jóga og ég fyrir göngutúra og þú veist, það svona ákveðin bunki af dóti sem ég geri. Ég lyfti lóðum fyrir göngutúra og geri einhvers konar jóga eða hreyfi flæði fyrir líkamann. Þetta svona það sem ég geri til að passa hugan og líkama minn. Og svo kemur svona hugleiðsla inn með ýmsu sniði. En ég held að núvitund í daglega lífinu sé kannski gjöfin sem ég er búin að uppskera eftir að vera jógaiðkandi síðan ég var 18 ára. Já. Að þú veist, að þetta ég bara menn, gleymi mér milljónsinnum, en að þú veist, ég held á kaffibollanum mínum og ég reyna að stoppa. Veitu, ég held hérna á kaffibolla. Takk fyrir hennar kaffibolla. Kakóbolla í þessu tilfelli sem þú lagaði fyrir mig, kæra þakkir. Og þú veist, þeir að brjóta saman þvottinn eða ég að tala við börnin mín eða skilurðu, að bara öll skiptin sem að ég man að ég hér og nú og ég ger eitthvað ákveðin hlut, það gjöf og það þú veist, það sem gerir ríkt líf. Einmitt. Sem svo gott fyrir að tala með þetta með bænina og núvitundina að ég nokkur sem búin að fá Guðna Gunnarsinga og hann svo mikill talsmaður þess bæði að nota orðin rétt og hvert þú ert að setja athyglinna. Einmitt. Og ég hef alveg tekið eftir mér að þegar að ég, þú veist, tek þakklætisæfingar á mótnana og einmitt á kvöldina þá fer ég yfir daginn í huganum og þakka fyrir besta atriði dagsins og þá ertu náttúrulega að fara yfir önnur atriði í leiðinni að þá bara allt í einu, þegar þú gerir þetta x marga dagir þá allt í einu ertu bara eitthvað í bílnum og allt í einu byrjar að þetta var geggjað, þetta er þetta næst og þú veist, þú ert bara að æfa því að setja athyglina á því, ef ég gera það ekki þá eru bara alveg milljón hlutir sem ég ætti að vera þakkláttur fyrir, en ég er bara vanþakkláttur fyrir allt. Já, bara 100, ég man þegar ég lærði að iðka þakklæti, þá var einmitt sölupunkturinn það var gaur sem ég var að fylgjast með Sveipason og Guðni Gunnars sem sagði bara, ég er búin að vera iðka þakklæti og svo lenti ég árekstri. Og hann var bara, ég er í árekstri. Bara, ég heiti hérna skemmtilega konu og við skilur, það var bara mindseti var bara 100% búið að breytast. Ef hann hefði ekki verið eitthvað þakklæti, þá hefði þetta bara djöfusans, þú veist, glundur. Þannig að þú veist, þetta er svo mikið mindset og þjálfun. Einmitt. Og það kemur alltaf þetta en, þú veist, maður svona allan hjá mér. Já. Og þá ég er alveg til í að þjálfa mig í þessu þegar það gengur vel, en einmitt. Svo lendi ég í árekstri. Það er bara en, ekki núna. En það er einmitt þá sem æfingin Ég sagði við vinn minn helgina við vorum að koma úr fríi og það var ákveðið atvik fyrsta daginn fríinu, 4 daga frí sem að hefði getið bara sett fólk á hliðina, En við vorum 4 fullorðin og börnin okkar og öll svona mikið búin að vinna í okkur, mikið svona þjálfa æðruleysi og annað og það var bara eitthvað, þetta er smá erfitt. Þurfum við að díla við þetta núna? Nei, við þurfum bara að díla við þetta eftir að við komum heim og við ætlum bara að skemmta okkur á skíðum í 3 daga. Og þetta rændi ekki friðinum okkar, skilur við. En þetta er áratuga vinna sem skilar svona, skilur við. Algjörlega. Að það er ekkert, það er bara ekkert sjálfsagt, held ég, fyrir nútímamanneski úr okkar samfélagsgerð, með veganasti sem við fengum, þú veist, þessi hraði að þú veist, að fá að hafa unnið þessa vinnu. Einmitt.
þegar þú segir sko með veganisti sem við fengum, Já. að ég nú örgulega nokkur sem er búin að tala um það í þessu podcasti, meðal annars við Söru, vingun okkar. Já, Söru Odds, vingun okkar, já. Að þú veist, þetta með hvaðan við erum að koma sem Íslendingar. Já. Og ég þurfti svolítið að fara dýpra onni í þetta eftir ég kynntist Ester kærastunum minni. Já, að því, þú veist, út af því komum sikkur menningar já, það eru öðruvísi vandamál þar, en taugakerfið á fólki sem fæðist nálægt miðbaug bara á allt öðrum stað en okkar taugakerfi. Og þá held ég að sé svo djúpt í DNA-inu ef ég þarf að sofa úti þá er ég ekki fyrir að deyja. Það eru ávistir á tránum. Skilur, þannig að það er eitthvað svona rótarstöðin þín er bara á meðan að hér. Það er bara ef ég er ekki að fara að safna fyrir veturinn, þá erum við bara fyrir að deyja. Já, og það er bara rosa stutt síðan forfeður okkar voru bara ískaldir og hraktir okkur og litlum báta að, þú veist, færa björg í bú og bara föst eitthvað staðar í snjóskafli, ykkur mánuðum skiptir í myrkri. En já, og þetta kemur, já, hvað er veganæstu okkar? Þú veist, kynslóðin sem að elur okkur upp er bara meira og minna meðvirk. Hárrétt. Og þú veist, ég veit ekki, einhver bara komdu með einhverja fjölskyldu sem er ekki meðvirk á Íslandi. Ég lofa það 99% af fjölskyldunum á Íslandi meðvirka einhverju marki og svo getum við fara að tala um vinnustæð og víðari. Og þið veit, er ekkit bara kynslóðin sem ól okkur upp, það er bara það sem snertir kannski mig og við erum hérna á sama aldri, en auðvitað er þetta bara eitthvað aftur í tíman. Og ég man að sálfræðingurum minn sem að, ég leitaði til lengi og hún kendi mér ótrúlega margt og bjargaði hjónabindunum mínu, bara takk fyrir hana. Hún sagði bara þetta var, það sem bjargaði fólki í dagstofunni, þar sem við byggum þröngt, stór fjölskylda, þú veist, alls konar fólk, margar kynslóðir í húsi og vinnufólk. Þú veist, þú varst bara ekkert að fara að rugga á bátnum, sko. Nei, mitt, góða. Þú veist, þannig að þarna verður bara til eitthvað. Ég ætla náttúrulega ekki að fara að segja eitthvað, skilur, þá að sé alls konar rugl í gangi hérna. Og þegar ég er bara að fara að vera inn í þessu húsi, í þessari dagstofu, Nei, mitt. Þangað til forever, skilur, ég er bara ekki að fara að sleppa hérna. Þannig að svo heldur þetta bara áfram. Og veganæstu okkar held ég sé bara bæði þessi meðvirkni og svo líka rosalega mikið svona þetta er flott og þetta er ekki flott. Manstu þegar við erum lítil, bóknám var flott, verknám var ekki flott. Skilur þú þarft að vera svona nemandi, þú þarft að vera svona típa, skilur það var eitthvað rosa lítið svigrúm til að vera maður sjálfur. Góða punktur. Og sérstaklega líka kannski í svona litlu samfélagi með meðvirknina að þá bara ef einhverjum öðrum finnst þetta ekki flott, þá er ég ekki að fara að gera þetta. Nei. Ef þú ert einhvers stóru svæði eins og í Bandaríkjunum eitthvað, þá er kannski, þú veist, það er alveg svæði þar sem bara er miklu minna af bóknámsfólki. Og þá er það bara træpið þitt og þá bara hentar betur þar. En á Íslandi er ekkit mikið að fara, skilja. Þetta er rosalega monokúltúr. Við erum öll eins, sko. Og við erum alltaf að bera okkur saman og það er alltaf einhver maður hugsa svona þorpin, sko, þú veist, það er verið að kíkja á hvað er kunna hann í næsta húsi og svo er samanburðurinn og umtalið og baktalið og allt þetta, sko. Já, og einmitt að þetta, sko, einmitt alltaf fókusin á hvað er að gerast í næsta húsi eða hjóla eða þessi sem er orðin ríkur eða þessi sem er komin í ræsi og aldrei bara eitthvað mér líður einhvern veginn, ég þarf eitthvað. Þú veist, þetta var allt svo external. Já. Þú veist, það var ekki þessi fyrirspurn, bara hver ertu? Hvað þráir, hvað langar þig, þú veist, og sem er held ég kannski búið að vera stóra verkefni mitt síðustu 10 ár, er að fatta bara ég er með eitthvað innsæi, ég er með eitthvað tilfinningarlíf sem segir mér hvað er gott fyrir mig og ég er með eitthvað gild og eitthvað dót sem ég bara vissi ekkert, ég var bara okkur hraða að stefna eitthvað sem ég vissi ekki einu sinni hvert, sko. Mér er svo fallið, ég er með kallahóp og þeir eru svona, þú veist, frá kannski 35 og reyndar svo elsti alveg 70, sko. Já. Og mér finnst eitthvað, það er allir bara núna, hvað langar maður að verða þegar ég er stór? Já, fyrst ekki og það er bara svona að byrja að spurja sig, þú veist, og allt menn sem hafa gert mjög góða hluti í lífinu, en eru kannski núna mitt að selja fyrirtæki eitthvað, er bara, þú veist, ég hef aldrei spurt mig hvað mér langar að gera. Nei. Það er bara alveg nýtt og ég kann það ekki. Einmitt. En hugsaði gjöfina.
frábær gjöf, sko. Bara, já, ég má bara núna fara að endurskoða þetta og pæli í því og það er bara komið eitthvað leyfi, sko, til að gera það. Og fólk eins og þú að bjóða upp á alvöru stað til þess að fólk fái pláss til þess að skoða þessa hluti. Hvað því, sko, talar meðvirkni og ég veit að þú veist mikið meðvirkni. Fyrsta þetta, þú veist, að vera ekki að rauka bátnum. En svo þetta í svo mörgum leyerum og hjá mér var fyrsta sem ég fattaði með þetta, ég er svona einmitt, svona spennujafnari, þú veist, ég er alveg uppið það að, þú veist, mikið rifrildi, þannig að ég vil alltaf bara hafa alla góða. Já. Og þá ertu svona, þú veist, people pleaser og allt þetta. En svo bara var ég búin að vera í 12 fundum í held ég 3-4 ár þegar ég fattaði bara, shit, ég er massa stjórnsamur. Það er hinlegin á peningnum og ég bara hefði aldrei fattað að þú veist, og svo það með þetta bara að vera að ganga á sjálfa sig, sko, þú er kannski já, ég veit ekki, þannig að hvað þú veist að þetta er svona hugtak sem að Guðrún Bergmann reyndar heldur í fram og hún hafi búið þetta orð til, sko, já, gæti alveg ég held að það sé rétt hjá henni. Ég hef aldrei, sko, uppruna orðsins, en, sko, ég held að þarna fer oft umræðan, sko, í skrúfuna. Þegar maður segir orðið meðvirkni, stundum reyni ég að tala um meðvirkni á þess að segja meðvirkni, út af því að það eru margir sem að fara þá bara strax í en það er bara um einhverja, aðstandendur, fíkla, alkoholista eða þetta er, þú veist, meðvirk, það er eðlilegt að vera meðvirkur, mannlegt að vera meðvirkur, við þurfum að reiða okkur hvort annað og það er allt satt, en við erum alltaf bara að tala um meðvirkni sem eitthvað sjúklegt ástand þar sem ég hef ekki stjórn á einn lífi og eins og segir, annarkvort er ég að lúffa og ekki standa með mér og ég er að gera eitthvað til þess að láta eitthvað annað gerast en svo er það þessi sjúkla stjórnsemi og þú veist það hefur verið djóka með það heima að mér sko, ég var stjórnsjúk við getum hlegið að því það er ekki fallegt sko það verður að vera ekki hlegið sko. Það verður að vera já þannig að sko ég er svo lánsum það var hvað ætla þessi mörg ár síðan skiptir ekki öllu máli, ég myndi giska á svona 2008 eða eitthvað þá fæ ég skeyti frá vinkonu minni sem að titillin getur verið að við séum meðvirkar. Þá höfðu okkur svona nuttast, ég var á rosalega vondum stað og nuttaðist svolítið yfir 5 mína nánustu á þessum tíma og það sem hún gerir svona flott er að skrifa mér tölvupóst og segir getur verið að við séum meðvirkar. Og hún hafði farið inn á síðu kótasamtakana þar sem er mjög skemmtileg samantekt á einkennum meðvirkni í flokkum, stjórnsemi, undanlátssemi, að vita ekki hver maður sirka er eitt flokkurinn og og hún er búin að skrifa, þú veist, undanlátssemi, þetta er svolítið það sem ég sé mig, mögulega vilt þú skoða og sjá hvar þú sér þig og það var ógeðslega flott gert hjá henni og ég fer heima á síðan og ég segi mitt stjórnsemin, þar er ég bara þú veist, ég er alltaf að reyna að stýra útkomum og þetta er allt komið úr einhvern svona óráa inn í mér sé ég náttúrulega auðvitað í dag en sko ég gæti bara sagt þér Sölvi hvað þú áttir að gera ég bara vissi ógeðslega vel hvað væri nú bestu næstu skref fyrir þig þú þarf bara að gera og þá verður þetta allt í lagi skilur og getur ímyndað eitthvað leiðilega vini mína sko bara, þú veist, þau fengu ykkur að hugmynd ég bara, nei, það er rátt þú ættir að fara þetta námskeið, skilur ég var frekar svona íkt en þannig að, þú veist, ég einhvern veginn tekur svo sem betur fyrir opnum ormum og byrja að fræða mig meðvirkni og lesa aldrei aftur meðvirkni og svo Píó Melody framaldi sem heiti meðvirkni, eitthvað svona einkenni, atferli og eitthvað en ég les meðvirkni í 10-15 ára áður ég fer að takast á við rót vandans og leiðrétti fullt af þessum einkennum, þú veist, ég hætti að stjórnast svona mikið í fólki en undir niður var óróin ennþá og og einn partur af meðvirkni er rosalega mikið þetta, ég veit ekkert alveg hver ég er og það ég er svo mikið að spá í hver þú ert og hvað þú þarft að gera eða ekki gera þú veist, ég vil ekki að þú fari uppnám og þá ætla ég að vera einhvern veginn eða þá mér finnst ég viti betur hvað þú þarft og þá fer ég að segja þér það en þetta er allt út á við einmitt
Þú veist, ég er ekki með neina þreifara Nei. sem fara inn til mín og spyrja hver ertu? Þú veist, ég var alltaf að bjóða manninu mínum vatn. Kannski var ég bara þyrst, skilurðu. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.